9. áratugurinn var gullöld Blaks í Þrótti. Meistaraflokkur karla var þá í sérflokki. Kjarninn í liðinu voru þeir sem höfðu stofnað deildina nokkrum árum fyrr. Það náttúrulega afskaplega góð samstaða hjá þessum hópi og góðir leikmenn sem lögðu sig virkilega fram og bara náðu árangri. Leifur Harðarson til dæmis, hann hafði farið til Noregs og spilað þar áður en hann fór í íþróttakennaraskólann og hirt af okkur Íslandsmeistaratitilinn 1979-80. Svo kom hann tilbaka í Þrótt og var lykilmaður á næstu árunum og eftir sem voru upphaf gullaldar tímabilsins. Indriði sækir þeim. Benedikt með uppspil og Sveinn með smass. En þá bjargar Yes, en þarna mistekst IS-mönnum að senda knöttinn yfir netið og Þróttur vinnur nú knöttinn. Og þarna misti Gunnar Árnason linsu og þurfti að leita hennar nokkur tíma. Við hins vegar komum aftur til leiks þegar að staðan 13-9. Í upphafi, þegar ég kom frá Laugarvatni 1980, þá var bara að byrja því að þjálfa meistaraflokk, þess að Fomma og Valda og þá all. Þar á undan höfðu þeir nokkurn veginn skipst bara á að þjálfa. Og það var, menn voru ekki að taka neitt pening fyrir þetta. Bara, þennan vetur stjórnaði Fommi, næsta vetur stjórnaði Valdi. Og svo kem ég af Laugarvatni, útskrifaður íþróttakennari 1980 og þá sögðu ég, nú tekur þú bara við sem þjálfari. Og þá gerði ég þá og spilaði náttúrulega með. Við vorum að gera þetta allan tíman. Það höfum alltaf haft spilandi þjálfara. Það kom enginn utan að koma til þjálfara til okkar, aldrei. Ekki fyrir en Tja kom bara, við fengum einhvern ísraelsmenn reynda sem var Gunni Árna Ragn og allt snarlega eftir ákveðin leik. Það var þannig að okkur fannst hann ekki vera kominn nógu langt í þróun Blaksins og eftir fyrsta leikinn sem við lékum á Laugarvatni þá í miðjum leik þá ákváðum við að fara ekki eftir hans hugmyndum af kerfi heldur ákváðum að nota það sem við þekktum betur og töldum þróaðra heldur en það sem hann var með og síðan í rútunni á leiðinni heim þá var honum sagt upp og við ákváðum að sjá sjálfur þjálfunina það árið.